Einar J. Gíslason, prédikari og fyrrverandi forstöðumaður Bethel í Vestmannaeyjum og síðar Fíladelfíu í Reykjavík, löngu landskunnur maður fyrir kristniboð og snjallan ræðustíl, þar sem andinn blæs honum í brjóst, stemningu og markvissa túlkun Guðs orðs. Einar J. Gíslason Vestmannaeyingur og þar hefur hann lengst af ævinar alið sinn aldur. Í daglegu tali kallaður Einar í Bethel. Hann var ærslafullur eyjapeyji en frelsaðist á unglingsárunum. Síðan var hann áratuga skeið sjómaður, vélstjóri, skoðunarmaður björgunarbúnaður og starfsmaður Vestmannaeyjahafnar með meiru. En alla tíð frá því hann frelsaðist hefur hann unnið á kristniboðsakrinum í daglegu lífi landsmanna og einnig víða erlendis þar sem hann eftirsóttur ræðumaður og prédikari. Í Vestmannaeyjum sinnti Einar einnig sauðfjárrækt, en næmi hans fyrir dýrum sérstakt. En við skulum víkja að trúnni í lífi Einars í Bethel. Hvenær kom frelsunin inn í þitt líf? Hún kom 20. nóvember 1939 klukkan 11 kvöldi. Þá skiptum. Hvað ertu gamall þá? 16 ára. Og þá skiptum? Algjörlega eins og nótt og dagur. Og líf og hugsun öll breyttist. Þú hefur auðvitað átt hefðbundin unglingsár? Já, ég átti mjög góða æsku, mjög. Hafði yndi af því að alast upp í eyjum og kunna meta eyjarnar og var náttúrubarn og var alls staðar með. Ég sparkaði bolta þegar ég var strákur og ég hafði yndi af því. Þá var ég þórari og tildraugin fyrir því að ég gerðist þórari voru þau að öll systkini mín voru í Týr og ég vildi ekki vera eins og þau. Og mér fannst Þór tapa oftar og þurfa þá heldur á liðsinni mínu að halda og fór að sparka bolta með Þór og ég eignaðist þar mjög marga góða vini sem eru vinir mínir enn í dag. Varstu fyrirferðarmikill unglingur? Já, það var alltaf eitthvað í kringum mig en ég var ekki ódrengur og ég var ekki vondur. Og ég tók tillit til þeirra sem í kringum mig voru og ef ég gerði á hlut einhvers þá baði ég hann fyrirgefningar. Ég átti auðvelt með það og vildi vera í sátt og samlyndi. Nú voru gælunöfn algeng í eyjum. Hafðir þú slíkt? Já. Ég var kallaður Einar Hani og það líkaði mér afar illa. Ég veit ekki hvers vegna. Kannski hefur það verið vegna þess að ég heiti Einar Jóhannes og mamma kallaði mig oft Hanna og þá var stutt yfir í orðið Hani. Og hvernig brástu við því? Já, ég vanalega hreinsaði það frá mér og úr umhverfi mínu og þá var það ekki nefnt meira og svo datt það niður. Já. En svo verða umskiptin? Já, þau voru góð. Umskiptin felast í því að ég fekk samviskufrið og hjartafrið. Og sem betur fer leitaði ég aldrei unaðs hjá Bakkusi og ekki heldur hjá nikótíni. Ég var alveg laus við það og mamma bað mig þetta, snertaði þetta ekki og nú segja allir læknar það sama, að þetta séu hluti sem við skulum forðast. Og ég er mjög fullur ánægju yfir því að hafa losnað við þessa óvinni mannlegs lífs í gegnum allt mitt líf. Og hér inn í þessari íbúð aldrei sett flaska á borð og ef ykkur kemur hér inn sem reykir sem kemur fyrir þá biðja þá að fara út á svalir eða þá fara út á götu. Já, ég vil ekki sjá þetta sjálfur. Hvernig skilgreinir þú Bethel eða Hvítasunnuhöfnina? Bethel-söfnuðurinn hópur af ákaflega misjöfnu fólki, yfirleitt mjög gott fólk og það sameinað í sömu trú og sömu skoðun. Alveg eins og maður og kona sameinast og verða eitt. Það er ekki hjónaband ef þau eru sundruð og eru alltaf að rífast og ósamála. En þegar að maður finnur Guð með því einkenni að maður á frið, hjartafrið, það merkir þess að þú hefur fundið Guð. Og þá skilgreinist það þannig að þú ert samleið með þeim sem hafa fundið þetta. Og þar skiptir ekki nokkru máli aldur eða kyn. Menn voru alveg undrandi á því að ég skildi geta átt samleið með þessum gamlu konum.
En það eru einhverja bestu manneskjur sem ég hef fyrirhitt á lífsleiðinni. Manneskjur sem að gátu að gefa manni ráð og leiðbeiningu. Ég skal segja bara eina af þeim fyrstu sem ég kynntist, hér Þorbjörg Jónsdóttir á Grundabrekku, nágranni þinn. Og ég er nú pólitískur maður. Og ég kom til hennar, blessaðar Þorbjargar, að Grundabrekku og við fórum að tala að nú væru kosningar í nánd. Og þar var oddamaður, oft umdeildur og margir hreykti í hann Jóhann Jósefsson. Og ég tók svolítið undir þetta. En Þorbjörg sagði við mig, varaðu þig Einar. Ég eldri manneskja en þú og þú munt lifa mig, enda hefur það skeð. En Jóhann Jósefsson, ég get ekki hlustað að sé ráðist á hann. Faðir hans drukknaði þegar hann var 13 ára og ég veit ekki neinn mann sem hefur betur reynst móður sinni heldur en hann. Hann hjálpaði henni að ala upp yngri systkini sín og komið með öllum til manns. Og svo var þetta sómamaður fyrir okkar byggð. Þú skal kjósa hann. Ég hef tekið þetta ráð bara fyrir lífstíð. Það var ekki tek verið á því. Ég kaus Jóhann og ég kaus og arftaka hans. Og sé ekki eftir því og kannast við það hvar sem er. Hér í Hvítasunnu-kirkjunni í Fíladelfíu. Við lítum inn á Hvítasunnu-samkomu hjá Fíladelfíu í Reykjavík. Lífandi ræðumennska og líflegur og fagur söngur er aðalsmerki Hvítasunnumanna. Lífsgleði og hamingju yfir því að eiga samleið með Jesús í lífsins ólgusjó. Og þér munu öðlast kraftur heilagur andi kemur yfir yður. Ég hef þessa reynslu frá 27. nóvember klukkan 9 að kvöldi 1939. Ég stóð í litla salnum í Betel og við höfum brotið brauðið og minnst dauða drottins. Og þegar ég stend þarna þá kemur þessi blessun yfir mig í svo sterkum straumi að mér fannst hárin rísa á kollinum á mér og þetta fór hverja taug út í fingurgóma og niður í fætur. Og þegar ég stend þarna þá er ég óumræðilega blessaður. Það fylgir þessu svo mikill unaður og mikill sæla og mikill blessun. Og það kemur önnur bylgja alveg ekki síður en svo fyrri og það kemur þriðja bylgjan og þá sagði ég við Guð, þú verður að steina þetta Guð, ég þoli ekki meira. Síðan hefur ég haft þetta og fengið að reyna þetta, ég trúi á heilagan anda og ég hef eignast heilagan anda sem kraft. Og heilagur andi hefur gefist mér sem kraftur ekki því að ég geti belt mig út eða þykist verið eitthvað mikið, heldur til þess að kannast við hans nafn. Páll postuli segir í Rómarbréfinu 1. kapítóli og versi nr. 16, fagnaðarerindið er kraftur til hjálpræðis fyrir hvern þann sem trúir. Og ég hef ekki kunnað í gegnum mitt líf að skammast mín fyrir Jesú nafn. Ég hef fengið kraft til þess að kannast við það og þó að ég hef heyrt hrópyrði á eftir mér eða hálsglósur, það hefur ekki komið við mig. Það hefur ekki snert mig. Ég hef átt þann kraft og á þann kraft í dag sem lyftir upp nafni Jesú í lífi mínu og hjarta mínu. Og þetta er svo mesta blessun sem ég hef að þakka fyrir í dag. Þetta er kristindómur og innihald kristindómsins. Og andinn talar enn í dag og hann segir mér það að koma Jesú Krist, hún er í nánd og ég skal vera viðbúinn að mæta honum. Og ef ég á andan í hjarta mínu, þá er ég viðbúinn að mæta drottni, því þá er minn andi sem heilagur andi er í, sameinaður við anda Jesú Krist. Guð blessi ykkur Hvítasunnuna og ég þakka fyrir þetta tækifæri. Þetta er nóg innlegg. Við fáum að heyra góðan bróður á eftir og ég óska eftir því að kristnin öll megi eiga heilagan anda og taka undir með Hallgrími Péturssyni en hann segir: Ó Jesú, gef þinn anda mér, allt svo verði til dýrðar þér, uppteiknað, sungið, sagt og téð, síðan þess aðrir megi njóta mér. Ég vil hrópa þetta út og ég vil kalla þetta hátt til ykkar. Biðjið heilagan anda, opniði fyrir heilagum anda og lifiði þannig að þið hryggið ekki heilagan anda. Heilagur andi er ekki hjá þeim sem eru blindfullir af alkohóli eða svæla sér út í nikotíni. Hann samþykkir ekki slíkt. Hann segir, þetta verður að fara frá þér. Og þegar við tökum lífið þannig að við helgumst drottni, þá eigum við andan, þá lífum við í andanum og þá framgöngum við í andanum og það er dásamlegt líf. Það er undursamlegasta sem er til. Amen.
Nú varstu lengi vélstjóri í landi, sjómaður og síðan skipaskoðunarmaður. Já. Tildrögin fyrir því að ég fór í land eru þessi. Við vorum 3, pabbi og við 2 bræður og við fórum saman á einum bát, Víkingi. Ég í forföllum annara. En móður mín, hún alveg strækaði á þetta og sagðist ekki vilja vita okkur 3 á sama kili. Þannig að ég fór í land. Og þá var ég nýbúinn að ljúka vélstjóranámskeiði og ég setti mig inn í það af öllum huga. Og þá var það vinur minn Jóhannes Brynjólfsson sem nú er látinn. Það var alltaf gott á milli okkar Jóhannesar. Hann bauð mér starf í Ísfélaginu. Þá átti að fara að fjölga vöktum. Ekki að væri 2 menn sem stæðu allan sólarhringinn, heldur 3 og breyta úr 12 tíma vöktum í 8 tíma. Og ég var ráðinn þarna og var þarna í 8 ár og var mjög heppinn með samstarfsmenn. Halldór Eyjólfsson í Sunnuhlíð í Vestmannaeyjum. Hann var Mýrdælingur, kunni frá mörgu að segja, var alveg þjóðhagasmiður og sérstæður persónuleiki, giftur Viktoríu Jónsdóttir og við vorum systkinabörn, ég og Viktoría. Og svo Bogi Matthíasson á Litlónum sem drukknaði á sjómannadag fyrir 2 árum síðan. Og mér finnst eiginlega alltaf tómar síðan að Bogi fór. Við vorum miklir vinir og miklir félagar. Og það gekk ákaflega vel og það sérstæðasta við störf minn í Ísfélaginu var það að þá komu Ameríkanar til Eyja og þeir leigðu þar 2 klefa. Og við vélstjórarnir, við áttum að passa lyklana. Og svo voru bara vissi menn sem komu og tóku matarbirgðar og við fórum oftast nær með þeim. Og þá sá ég í fyrsta sinn kalkún og þá sá ég beikon og ýmislegt fleira og þeir voru að gefa okkur af þessu og lofa okkur að smakka þetta. Þetta voru hlutir sem að maður hafði lesið en aldrei reynt. Þetta var mjög sérstætt. Og þeir komu svo þessi menn sem voru hér í útlegð og vildu það ekki, þeir vildu vera heima hjá sér og voru að biðja okkur fyrirgreiðslu á einhvern hátt, hvar að vera í skósmiður og svona. Og ég átti þá systur og vildi náttúrulega ekki blanda þeim inn í þetta, svo ég var ekkert að bjóða þeim heim, þó gerði ég það nokkrum sinnum, aðalega þó í Betel til Ásmundar Eiríkssonar. Hann opnaði sitt hús fyrir þeim. Og ég held að það sé eina fáu kirkjum á Íslandi sem var opin fyrir þessum mönnum, það var Betel. Nú hafið þið sjálfur verið í Betel og ég man það að við höfum þá Kívík sem hafði verið í Bandaríkjunum, talaði ákaflega góða ensku. Við settum okkur í sambandi við yfirmennina og buðum þeim upp á guðsþjónustuhald og þeir komu og við í Betel við æfðum enska sálma, Áfram Kristmenn krossmenn og Alheilagur drottinn, Almáttugur drottinn og sungu þetta raddað fyrir þessa menn og það var hátíðlegt og þetta tilheyrir sögunni og má benda á þetta séð í Vestmannaeyjum að þeir komu þessi blessuðu menn herkladdir en ekki með vopn. Þeir gengu í skrúðgöngu og inn í Betel og sátu þar og fengu svo guðsþjónustu á sínu eigin móðurmáli. Þetta vil ég koma fram og þarf ekki að gleymast því að sumir stimpla okkur fljótt út úr leik með kreddufesti og sértrú en
Þetta gerðum við þó. Við bauðum að koma og þetta voru menn og maður eignaðist þarna vini fyrir lífið. Ég man eftir því Pegi einu sinni á samkomu hjá þér í miðri blússræðu að þá tókst á skarið og sagðir, jæja, nú er komið kaffitími. Það er nefnilega það. Já, já. Störf mín kenndi mér stundvísi á allan hátt. Og til dæmis þegar ég var á grafskipunni, ég var þar í 8 ár, að það var afar formfast. Það var lögð mikil áhersla að mæta stundvíslega. Og menn áttu sinn rétt í tíma samkvæmt samningum. Og ég man það þegar að Tyrkjabyssan fannst 22. september 1968. Þá vorum við svo samviskusamir að vinna fyrir bæjarfélagið okkar. Og helmingurinn af mannskapnum fór niður í lúkkar og drakk kaffi en helmingurinn var uppi til þess að láta skipið ekki stoppa því. Það þurfti ekki kaffitíma skipið og vélarnar gengu og gátu skilað sínum afköstum. Og að gera var að ná sem mestu magni upp af sandi og fara með henni í burtu. Og við fylltum vanalega 10 til 12 pramma á dag. Svo Ólafur Jónsson frá Kirkjubæ, tengdafaðir Sigmundar teiknara, fínn kall á allan hátt og átti góða konu hana Jón og ég heimsótt hana núna á sjómannadaginn og hún Helga er gift honum Sigmundi. Þetta er allt eins og ein fín fjölskylda. Ég segi við Óla, það er eitthvað fyrir stútnu núna, Óli minn. Já, ég sé það, segir hann, en hann var afskaplega sár á að geta ekki nýtt tímann. En þetta var 7 tonna þungur drösull sem þurfti að hífa upp, svo Óli hífir hann upp. Og það var Tyrkjabyssan sem kom úr dælunni? Hún kom þarna úr stútnum og hún var allur kopar og við vorum vanir að hirða allan kopar og flöskur og fríhjólt og verðmæti og selja þetta og nota þetta í kaffisjóð skipsins. Og þannig að Hafnarsjóður borgaði ekki kaffi fyrir okkur, heldur gerðum við það með þessum hlutum. En það var heppilegt að ég skynja undir eins og Tyrkjabyssan kom að þetta sé byssa. Annars hefði hún farið kannski í koparbrot til Englands. Ég fór upp á Nauthamarsbryggju og hringdi í Þorstein. Við vorum vinir við Þorstein. Og hann kom, hann var röskur til og honum leist strax á þetta væri mikill fengur. Hann lét myndana í bak og fyrir, skrifaði í vopnabúr danska sjóhersins og spurði hvort þeir kannuðust við byssu af þessari tegund sem myndin sýndi. Þeir svöruðu undir eins og sögðu að þetta hefði verið byssur sem hefði verið framleiddar við Miðjarðarhaf á 16. öld. Og þær voru á rennibraut efst á skipinu. Þeir gátu ekki miðað neinum byssum nema þessum. Hinn stóru fallstykkin voru neðarlega og þeir voru að miða með því að leggja skipunum til og skjóta þannig frá þeim. En þessar byssur voru notaði þarna uppi. Og það var á henni sæsvala, fljúgandi, og ég greip strax að þessu að þetta hlýtur að vera merkur hlutur, enda er þetta einhver merkasti hlutur sem byggðasafnið geymir í dag. Hún fór náttúrulega beinaleið þangað. Þetta skeiði 22. september 1968 klukkan 3 að degi, helmingurinn var í kaffi en skipið gekk áfram og dýpið var 8 metrar og það voru 4 niður á sand og 4 í sandi og við vorum að taka hennar sandbakka í burtu og þar var byssan falin og geymd og hefur verið svo í allar þessar aldir og þessi ár. Það segja margir sem þekkja þig að þú hafir ótrúlegt minni. Það er þá vöggugjöf. Afi minn Einar Þorsteinsson, hann var mjög næmur og minnisgóður. Algjörlega, hann var sinni á því sviði. Og mamma var minnug líka og pabbi var miðaglöggur og minnugur. Og hann var öðruvísi skapgerðar. En Óskar bróðir er mjög minnugur. Hugsaði, við vorum saman á Humatroll í 8 ár. Þegar pabbiðin var þarna með Ísleif 3. og við vorum að draga sitt á hvað í háa dýpun og í leirnum. Í 8 ár vorum við með sömu hlera, hann tapaði aldrei. Hann var það miðaglöggur, hann vissi hér má ég vera og hér er mér öruggt að vera og það stóð heima.
Voru árin til sjós góð ár? Það fannst mér og þessi íbúð sem þú situr í núna, það er árangurinn af gæfunni. Hún gaf mér þessa íbúð. Það var líka listaskip. Ég var bara á góðum bátum á þess að ráða því sjálfur. Ég var á Mugg sem Gunnar Marel smíðaði fyrir Helga Ben. Það voru margir á þeim bát og hann var alveg afburðaskip. Hann var með þungbyggðum Unimontel-mótor og ég var vélstjóri þar með Óskari bróðir. Og svo var ég á Gæfunni og Willum Andersen sem var á yfir 30 bátum sagðist aldrei hafa komið borð í annað en skip. Það var hægt að beita henni hvernig sem var. Og þegar maður var niður í Lúkkar, ef maður vildi vita hvernig veðrið var, maður var bara að fara upp og sjá það. Og þessi gæfa okkar, hún var fyrirmynd af sæbjörginni hans Hilmars Rósmundssonar sem hann fiskaði á nærri 1700 tonn á vetrarvertíð, 60 tonna bát. Og mér líkaði þetta, ég var alltaf öruggur og var aldrei sjóhræddur. Þið bræður áttu gæfuna? Við áttum hana saman. Stundum var nú sagt að þið gerðu út með Guði? Já, gæfan er nafn úr Landeyjum á skipi sem Einar afi var með og okkur fannst það eðlilegt að það kæmi svona og Óskar var heiðraður á sjómannadaginn núna, 75 ára og hann, Óskar, á mjög merkilega sögu. Hann er brautryðjandi fyrir helgi sjómanna í landi. Hann var aldrei á sjó á sunnudögum. Þá gaf hann sínum mönnum frí og þeir gátu verið í landi með fjölskyldum sínum. Miðin gátu friðast þó að því leyti að einn bátur var í landi og það er með þetta sem að fiskurinn þarf í dag. Hann er ekki ótæmandi og það er hægt að drepa þetta og eyðileggja þetta allt saman. En þarna var Óskar glöggur en ég verð að viðurkenna það jafnframt að þessi afstaða hans, hún kallaði á það að hann kastaði oft holinu meir en aðrir og var þá kannski lengur út en hinnir af því hann ætlaði að vera í landi helgina. En fyrir fjölskyldu mína, ég hef eignast 5 börn í gegnum lífið, 1 er hjá Guði og 4 náðu því að verða fólk. Og það var alveg forréttindi fyrir krakkana þegar pabbi var í landi þá á sunnudögum. Þá gekk ég með þeim út allt, splæst á þau ís og var félagiðir og vinnur. Og þetta var haldið síðan. Ég vil lifa lífinu svona, ekki í tómum þraldómi og ekki að sjá ekki sóluna og ekki geta verið heima nema þegar viðrin eru svo vond að ekki er útsegandi hundi. Ég vil njóta lífsins á eðlilegan hátt og það gerðum við sem sjómenn við Óskar. Sjómannadagurinn í Vestmannaeyjum er mikill hátíðsdagur enda vel við hæfi í stærstu verslu landsins. Frá barnæsku hefur Einari Betel tekið þátt í sjómannadeginum og þakkað Guði leiðsögn og leiðir í lífsins veldi. Allir Eyjamenn taka þátt í hátíðarhöldum sjómannadagsins á einhvern hátt, en dagskráin stendur yfir í 2 daga. Fyrir daginn er dagskrá við höfnina með kappróðri, tunnulaupi, koddaslag, stakkasundi og fleiru, en síðara daginn er skrúðganga, guðsþjónusta í Landakirkju, minningarathöfn við minnisvarða hrapað og drukknaða, en Einari Betel hefur séð þá athöfn í yfir 30 ár. Síðan er skemmtidagskrá á Stakkagerðistúni, dansleikir og annað tilrendi að hátíðisdegi sjómanna. Það var einmitt á Stakkagerðistúni sem Einar var eitt sinn að prédika á tjaldsamkomu og brýna mikilvægi kærleikans fyrir samkomugestum. Launið illt með góðu, elskið óvin ykkar og ræktið kærleikan, sagði Einar. En vinir mínir, varið ykkur á víninu því það er verstu óvinur mannsins og því fylgir böl. En varstu ekki að segja það ættum að elska óvin okkar rétt áðan, gall þá við í Sigurði Jónssoni Diddapappa. Jú, svaraði Einar hæl, ég sagði það Diddapappi og það er satt og rétt, en það stendur hvergi að þó ég er að svolgra þeim í þig. Þannig á Biblían svar við öllu. Athöfnin við minnisvarða hrapaða og drukknaða við höggmynd Guðmundar frá Miðdal á lóðu Landakirkju er áhrifamikill þáttur í dagskrá sjómannadagsins. Enda hefur hinn harða sjósókn kostað miklar fórnir í mannlífi Vestmannaeyja, yfir 500 sjómenn á síðustu 100 árum aðeins. Áratugi hefur þessi byggð orðið að horfa upp á alvöru sem því fylgir að sækja sjó og stunda sjó. Ég minnist liðina ára þegar við höfum verið hér og allt upp í 9 manns hafa horfið úr okkar röðum og undantekningar eru næstum því ef ekki eitthvert árið hafa einhverjir farist. Það var svo í fyrra
þá hafði enginn farist. En þessi sjómannadagur í dag, hann hefur þennan sorgaratburð með sér að við minnustum eins félag okkar og vinar sem horfinn úr okkar röðum og ekki lengur á meðal okkar og gistir hina köldu gröf. Þá þegar að svona þá hlýtur trúin að verða að koma til og veita huggun og veita frið. Við vitum að sjósókn frá Vestmannaeyjum afskaplega hörð og miskunnarlaus og stíf og ekki geta staðið þar í nema að harðþjálfaðir, góðir og duglegir menn. Að lokinni guðsþjónustu sjómannadagsins í Landakirkju og athöfn við minnisvarðan lögðum við leið okkar í Alþýðuhúsið í sjómannadagskaffi Eykindils kvenna sem í þágu slysavarna og annarra mannúðarmála hafa lagt ómælt lið og fjármagn með óeingjörn og fórnfúsu starfi. Í sjómannadagskaffinu njóta menn hátíðarinnar með léttu spjalli í góðra vina hóp. Sjómannadagurinn laðar fram djúpa virðingu í brjóstum fólks, virðingu sem byggir á gleði yfir góðum hlut, en því miður fylgir oft tregi og söknuður ástvin sem sjórinn tók. Einar, þú ert tvíkvæntur. Já. Ég hef verið mjög heppinn í mínum kvennamálum. Ég trúlofaðist ungur henni Guðnýju Sigurmundsdóttur og það var bara í gegnum starfið í Betel sem okkar kynni voru. Hún var mannkosta manneskja, hún var óvenjulega gáfuð, skýr. Hún var hljómlistarunnandi og lék á öll hljóðfæri og þegar hún spilaði á gítar þá notaði hún allt skaftið. Hún var alltaf með hæstu einkunnir í öllum skólum þar sem hún tók próf og við saminuðumst á vegi trúarinnar við Guðný og það voru okkar æsku ástir beggja og það stóð í 14 ár. Þá þóknaðist Guði að taka hana til sín og það var mér ákaflega sárt að vera með 3 lítil börn og hún fór með 4. barnið okkar. En Guð gaf mér þá náð að ég gat skilið það að sá sem lánaði og gaf, hann tók. Drottinn gaf og drottinn tók, lofað verið nafni drottins og ég beygði mig fyrir því og þegar á þessum hörmungum stóð þá ég þurfti enga pillu eða lyf til þess að róa mig niður. Ég byrjaði á því fyrsta kvöldi eftir hún dó á sunnudegi klukkan 5 að ég tók drengina mína Simma og Guðna upp í rúmi hjá mér og Guðni las fyrir mig uppátt og Jóhannesar guðspjalli. Og þegar hann var búinn að lesa úr bókinni og ég hlustaði með athygli á því hann skýr lesandi, þá sofnuðum við og sváfum alla nóttina. Og þegar hann var jörðuð, þá talaði ég yfir henni. Og það þarf nú til. Og þá tók ég eftir því að ég mátti alls ekki horfa á fólkið sem var grátandi og gripið og klútar á lofti. Þetta var upp í kirkjugarði, ég horfði á Blátind. Og hann lyfti huga mínum upp. Já. Og þannig hélt lífið áfram. Svo var það tengdafaðir minn, Sigurmundur. Hann sagði, hvað ætlarðu að gera nú? Þegar dóttir mín frá þér tekin og þú ert með 3 lítil börn. Æ, sagði ég hef ekkert hugsað það. Ef ég hugsa nokkuð þá vildi ég helst mig að fara sömu leið og hún fór. Svona máttu ekki tala, sagði hann. Þú verður eitthvað að gera. Og þá var það eftir íhugun og bæn að mér kom í huga skrifa Sigurlínu Jóhannsdóttir frá Sandasel í Meðalandi og þá var hún í Grænlandi og fekk biðilsbréf frá mér. Hún hér í eldhúsinu og gefur okkur kaffi í dag. Og henni var þetta náttúrulega svo köld sturta að hún, ung stúlka og hafði aldrei gifst og átti ekki barn, að ég var að biðja hennar. En það var svo, hún ákvað að segja já og við erum hjón og við höfum verið hjón í 26 ár. Og þetta hefur gengið ákaflega vel. Og ég tek eftir því að við erum samstæð í bindindi. Hér ekki vín til eða nein vitleysa eða óregla. Við erum samstæð í trúnni á drottinn Jesúm Krist og við erum samstæð því að kjósa alltaf eins. Hún ræður sínu atkvæði sjálf og ég mínu en við kjósum alltaf eins. Svo það aldrei neinn ágreiningur.
Þegar þú talar í prédikunum, þá talar þig upp. Hvernig skeður það? Ég undirbý mig þannig að ég sem aldrei ræður, skrifa aldrei ræður, en ég bara bið. Og ég fæ vissa punkta í huga minn og þá vanalega út frá ritningunni og ég tala í kringum það og passa mig á því að ég eyðileggi ekki það sem ég er að reyna að segja með malgi eða vera ólangorður. Ég hef hnitmiðað og ég finn það hvernig mér er ekst ásmegin og ég hitti mark. Og svo þegar ég er búinn að ná því að setja mark, andlega talað, þá bara steinhætti ég. Og svo verður áframhaldið að koma seinna. Já, þetta er mín ræðukunst. Hefur aldrei komið til greina að þú sinntir eingöngu prédikunum eða kristniboði? Þetta er þannig uppbyggt hjá okkur, við erum lítil hreyfing og við erum fá og við erum fátæk. Og þetta er raunar alltaf sjálfboðastarfi, það er það. Og þegar ég gerðist trúboði, ég var algjörlega kauplaus í 2 ár. En ég var duglegur og vann inn og ég hef ekki tapað á því að ávaxta það í trúboði. Ég á þessa íbúð hérna sjálfur. Og þetta er allt gefið svo, maður þarf ekki að hafa áhyggjur af því, bara maður er viss að maður er að gera eitthvað gott og lætur gott af sér leiða. En það hafa ekki verið tök á því að kosta mig til dæmis, enda kæri ég mig ekki það. Ég held að það sé betra að þurfa að vera háður því að biðja Guð að gefa sér daglegt brauð og þiggja það. En ekki eiga eitthvað brauð eða embætti sem maður getur verið áhyggjulaus í, þá sofnar maður. En maður þarf að vaka og halda vöku sinni. Og það hef ég gert. Og þó að ég sé komin á lögaldur, ellilífeyrisþegar núna, ég er ekkert á þeim buxunum að fara að leggja árar í bát. Ég ætla að halda áfram. Ég fer á morgun á Elliheimili Grund og vitja vina minna þar. Og frétti ég af eigamanni sjúkum, þá vanalega reyni ég að heimsækja hann. Bara ég frétti það. Ég fer á Vífilsstaði út allt. Er mikil hjálp í því þegar að komið til fólks á sjúkrahúsum og elliheimilum og við erfiðar aðstæður þessum sorgin eða sjúkleiki ber að dyrum? Það er hughreyrsting. Í fylgd Einars heimsóttum við fólk á Elliheimilinu Grund í Reykjavík. Og þegar maður kemur til dæmis til þeirra sem eiga bágt, þá er það vísdómur. Maður á ekki að skvaldra um veður eða vind. Og maður á ekkert að spyrja það hvernig líður eða hvernig hefur það. Fólk er á sjúkrahúsum af því að þarf á því að halda. Átt þú þessa bók sjálf? Já. Já. Jæja. Já, þegar hún Rannveig var lítið stúlka, þá missti hún heilsuna, annar fóturinn, og hún hefur gengið einfalt í gegnum lífið. Og hún er húseigandi í Reykjavík og bjargar sig sjálf. Ég kíkti seinna til þín og hverði núna, vina mín. Þú ert alltaf blessuð. Blessuð. Einar heimsækir daglega fólk á sjúkrahúsum, hughrystir það og biður fyrir því. Og fangilsin eru einnig vettvangur þessa verkamanns kærleikans. En mitt í alvörinu er þér oft lagið að slá á létta strengi. Ég er húmoristi og má passa mig á því. Og einhver sagði við mig að mér finnst að þú ættir heldur að vera leikari en predikari. Þetta liggur mjög vel fyrir mér að vera bjartsýnn og sjá jákvæðu hliðarnar. Og mér er oft grunnt til hláturs og svona, en ég passa mig á því, ég er ekki strákur og ger ekki helgan stað að stráks vettvangi. En ég er samt bjartsýnn og ég vil halda því og sjá björtu hliðar lífsins. Og ég er glaður, ég vakna hvern morgun eftir svefn, endurnarður og byrja á því strax að lofa Guð og vera glaður og geng áhyggjulausinn í nýjan dag. Og það er kunstinn hjá mér. Ég gerði það um borð í Herjólfum daginn, ég fekk mér koju, það var svolítið vestan gúlpur, ég steinsofnaði og svaf, þá til við komum í Þorlákshöfn. Og þetta er leyndardómur lífsins hjá mér, ég hef alltaf getað sofið,
En áður en ég fer að sofa þá passaði ég mig á því að skilja áhyggjunar eftir fyrir utan þröskuldinn. Það er ekki með mér upp í rúm, bara ekki. Og það gefur mér styrkleika. Sauðfjárbúskapur þinn? Hann er mjög eftirtektarverður og sérstaklega ef maður á kind upp á það að reyna að skilja hana og lítur á hana sem vin. Getur talað við hana og eignast trúnað hennar. Ekki með því að siga hundum á hana eða bölva eða ragna yfir henni, heldur strjúka henni og vera góður við hana. Og ég hef haft lag á því að ég átti kindur í 16 ár og hafði mjög gaman af því. Ég talaði við þær, ég kallaði þær með nafni og þær náðu trúnaði hjá mér. En ég var að gleðja þær, sérstaklega ef ég hefði appelsínuberg í vasanum. Það er ekki gráðugar í neitt eins og appelsínubörg. Og svo rúsínur eða súkkulaði, þá þykja þær það. Gafstu þeim súkkulaði? Já. Ég gerði það og það er alveg voru sjúkar í þetta maður. Ég hef séð það, ég átti heimalninga einu sinni. Pabbi hann ól hana upp og ég er nú gaman að pabba mínum og henni. Já, hann var nú skapmikill en afskaplega mikið skepnavinur og barnavinur þó hann væri grjótharður og á öðrum sviðum. En hún var oft fyrir utan húsið mitt á Arnarhóli, heimanningurinn, og þeir voru að koma til hans, pappa minns, hann Jón Fjalli og Ágústa Melstað og báðir tóku í nefið. Þeir vöndu kymbrinn á að taka í nefið. Þegar hún sá þá að þeir tóku þetta í nefið og hún vildi fá það sama. Hún hnerraði ykkur óskup en hún var steinhætt að hnerra og sótti í þetta. Skepnan er svona. Í Bethel í Vestmannaeyjum er Einar á heimavelli og í Eyjum hófst starf hvítasunnumanna á Íslandi í upphafi 3. áratugar 20. aldar. Við sóttum sjómannadagssamkomu í Bethel í Eyjum. Sjómannadagurinn í Vestmannaeyjum er markviss. Það er að orð Guðs geti komið til fólksins svo fólkið hafi eitthvað til þess að halda í þegar á reynir. Ég man það að ég var vélskoðunarmaður í 14 ár og þið sjáu nú ég er engin aukvissi og ég átti að pröfa handföngin. Því það er alveg voðalegt að taka í handfang ef að maður heldur svo bara handfanginu eitthvað skeður. Þetta hefur komið fyrir. Og menn hafa farið fyrir borð með handfangi í höndunum. Kom einu sinni borð í nýsmiðan bát, flottan bát og Einar frændi með ríki átti þennan bát. Og þeir eru þarna skipstjórinn og fleiri
og Runólfur Jóhannsson sem var mér ógleymanlegur samstarfsmaður. Og ég byrjaði á því, það var alumíniumbrú á skipinu og flott rör að ég tek í og vingsa og ég bara niður á dekk. Og Runólfur sagði, hvurslags þetta? Og það ekkert annað en það að það var að yfirfara allar festingar áður en að báturinn fekk leyfi til þess að róa og það var til spaug. En öryggið fyrir öllu. Og megi það verða á bátunum ykkar, Bragi og Ægir, hugsið alltaf öryggið númer 1. Krónuna skipta minna í bankanum eða vasanum, konunar hafa nóg blessaði, gefið þeim bara lifur og hrogn að borða og þetta reddast á allt saman, en dýrmætast lífið ykkar þarna borðið, ekki satt. Það ekki Jóna? Já, það ekki, það ekki dýrast að eiga bóndaðinn og fá hann heim aftur? Já, og svo hefur mér verið ákaflega dýrmætt að mig að vera með hér í móti hjá Gideon. Og þetta hefur virkað minn sjóndeldar hring og svona á þetta að vera bara í kristninni. Við eigum ekki að vera með girðingar og hjarðir sitt og hvað og einn í þessu hotni og hinn í hinnu. Ég engin hotnamaður, alls ekki, ég vil bara vera í miðjunni þar sem drottin og bókin og ég fylgi henni. Og ég hef glaðst yfir því að hafa séð þessa menn frá Biblíufélaginu í Reykjavík, ég sitt með þeim á fundum. Ég man aldrei eftir einum einasta fundi ef við höfum deilt eða við höfum rifist. Ekki. Og við höfum verið sammála í því að komast að jákvæðri niðurstöðu og fá það sem það besta, enda árangurinn eftir því 10.000 biblíur á 9 árum sem hafa farið út til þjóðarinnar. Og nú verið að vinna að því að prenta hana í algjörlega nýrri þýðingu sem á að koma út í júnimánuði árið 2000 á 1000 ára afmæli kristninnar í landinu og það verð ég að segja þessum mönnum sem ráða málum okkar í dag og ég nú ekki alltaf ánægður með þá. Þeir eru þó vit á því að glombrast til þess að gefa 3 milljónir til biblíu þýðingar á fjárlögum og fyrir bragðið lifa þeir, fyrir bragðið halda þeir völdum og geta stjórnað. Þetta leyndardómurinn. Ekki fyrir það að þeir eru pínu okkur með skottum, veiðin fyrir það, en fyrir það að þeir vilja styrkja Guðs ríki. Það hefur sín áhrif og við skulum biðja fyrir þeim að þeir megi svo sannarlega frelsast. Þeir þurfa að frelsast og það ættu bara að vera ráðherrar og þingmenn sem eru gegn frelsaðir. Eru þið sammála því? Og þá kjósið þá náttúrulega. Svo hefur mér verið mikil ánægja að hitta hérna við minn Árna Jónsson. Árni, ég man eftir því þegar þú var strákur hérna í Sunnudagaskóla. Og Guðný Sála var þarna við píanóið. Og ég stóð hér og ég var að pína ykkur til þess að syngja. Og þeir sungu hátt. Þá voru 400 krakkar hér í þessum sal og þarna inni. Og það var virkilega sungið. Svoleiðis að það tók undir. Og ég hitti fólk enn í dag, ekkert fyrir löngu síðan Stefán Runólfsson hérna frá Búðafelli, sem fyrir Hrafnhildsihúsinu og Stokkseyri. Hann sagði við mig, Einar, manstu þegar við vorum að syngja, já það borgar sig best að vera góð. Vonskan má víkja langt frá mér. Já það borgar sig best að vera góð. Er þetta svo í hjónabandinu, gildir ekki þar? Má ekki vonskan fara langt í burtu, Snorri? Já, niður fyrir kjallarann ef hægt En þetta dásanlegt að mega vera jákvæður og mega að vera með. Og Guð blessi þig, Árni. Og Guð blessi fylgdarmenn þína. Þið eru að gera okkur hér stór gagn. Þið eru að taka okkur upp í sjónvarpi og þetta verður sýnt. Þetta auglýsing. Það hefði nú aldrei slakkað í kassanum Betel ef við hefðum orðið að borga reikning fyrir þetta. En þetta okkur bara fast á silfurfati og hvað segjum við? Já, takk fyrir. Já. Og ég veit að Árni mjög upptekinn. Það vita allir það að ég aðdáandans og við erum góði vinir. Og hann gaf mér egg daginn. Og Lína var nú bara ekki hrifin af þessu. Nei, hún hélt að þetta myndi fjörga mér svo mikið. Og sagði að það eru nú að hafa gát á öllu. En Gísli þegar gerði hann fekk að smakka þau, hann hér og Siggar óskup ánægður glöð núna. Er það ekki rétt? Já, það svona. Simmi sonur Einars og Unnur kona hans eru meðal margra frábæra söngvara í Hvítasunnuhöfninum. Í bani þínu
Abba Fadir, Abba Fadir. Halleluja. Amen. Amen. Dýr sé Guði. Það er gott að vera frelsaður. Amen. Svona er lífið. Maður bara leyfir sér að lofa Drottin og vera eðlilegur kristinn. Halleluja. Einar minn, gjörðu svo vel. Ég man aldrei eftir því, eitt einasta sinn eftir að ég frelsaðist að ég hefi bölvað. Ég hélt nú ekkert mikið upp á bölv og vildi ekki bölvið að ragna, en það stendur í ritningunni, blessiðan bölvið ekki. Svo þegar ég frelsaðist þá vandaði ég mína tungu, ástkæra ylhýra málið. Ég elska íslensku og ég vil tala hana rétta og blóðsirni voru tekin frá mér. Það fannst mér alveg stórkostlegt. Það kom ekki til greina að ég færi að reykja tóbak, bara ekki. Ég var svo heppinn að Mangi Skógari sem hér var með mér í sveit og hann tók jólblað sem ég var að skera til þess að Óli bóndi hefði eitthvað takið nefið og hann tekur úr blaðinu og segir Einar smakkað á, þetta er gott. Og ég í fávita hætti mínu tók hérna blaðið úr jólbitanum og tögðan og kyngdónum. Og árangurinn lét ekki á sig standa. Ég skar ekki meira, bara ekki allt sumarið. Og ég út á tún og ég gubbaði og aldi og það er ekki gaman að þurfa að gera það eða vera sjóveikur, þið vitið. Og maður segir þá ekki amen eða halleluja, bara ekki. En þetta var með viðvörun sem hefur dugað mér í 60 ár, er þetta stórkostlegt. Og mér dettur bara ekki í hug. Bara ekki að eignast þetta. Ég var einu sinni að fara upp í Síðumúla fangelsi og Hallvarður Einarsson ríkissaksóknarstjóri, rannsóknarstjóri bað mig að fara og hitta fanga. Það var kvenmaður. Það er eiga bátt og það er ekki gott fyrir neinn að vera fangi. Þegar ég kem þarna að og ætla að leggja bílnum hjá öskutunnunum, ég taldi að þar væri örugastur, þá er þar sígarettupakki fyrir framan mig. Og ég svona sparka í hennar ranni og þá sé ég það bara hann er fullur pakka ómyndin. Og þá hvíslar fjandinn að mér, hann gerir það, takt hann og gefðu fanganum þetta. Og það hafði nú verið vitnisburður og Einar í Fíladelfíu hefði verið að bera tóbak í fangilsi. Eða hvað finnst ykkur? Ha. Svo ég tók pakkan og tók af öllum mínum afla, þetta er seikt og sterkt þessi ómynd og ég sneri það í sundur við öskutunna, það vel. Og það kom ekki til greina að ég færi að bera þetta inn. Bara ekki. Þeir eru svo vandlátir að ef maður kemur bók og við gefa fanga, já, má ég sjá bókina. Og veistu hvað ég gera? Ég byrja að kíkja hér inn í bókina. Er hérna eitthvað, sömnálið eitthvað sem ekki er nógu gott. Þetta verður alltaf verið að hreint. Taktu heiminn, genið Jesú. Ég vil hafa mig við þig. Taktu heiminn, genið Jesú. Verða brúður hans ég vil. Það koma dagar sem ég vil. Fylgja Jesú alla leið. En náðin sigrar vilja. Svo ég hrópi syndarleið. Og sá maður sem er frelsaður, hann er viðbúinn því að mæta mestu alvöru lífsins. Ég var í Landakirkju í gær við útför hennar móður þinnar, Kolla, og hún var góð kona. Og ég skal segja ykkur bara það mömmu hennar Kollu. Hún var ekki oft hér. En hver einustu jól sendi pabbi hennar Kollu og hún Pála og Sveinn og hún María eplakassa hingað í Betel. Og ég veit ekki hvort það voru þau epli sem voru að finna það góða, en það tekaði ekki frá því, alltaf kom þetta frá okkur. Og þegar að ég var fyrir mesta höggi sem ég fengi á minni lífsgöngu og Guðni heitinn dó, þá var ég ekkert of vel fjáður eða viðbúinn að mæta því. Og Guðni var þá bara 10 ára gamall. Og hann þurfti náttúrulega að klæðast í góð föt hérna inni og fylgja móður sinni. Haldið að Pála komi þá ekki með föt að drengnum sínum sem voru orðin og lítil á hann
Og í gegnum Þórdísi Jóhannesdóttur þá spurðu þau, mundi þessi ekki geta passað á drenginn þinn? Og það passaði. Og ég var í skuld þegar ég kom í kirkjunni í gær. Ég varð að fylgja henni móðurinni og ég heiðra minningu hennar kona mín og blessa hana. Og það hlýtur að vera eitthvað gott í þér fyrst þú dóttir hennar og af henni komin. Og Guð blessi þig og húsið þitt og heimilið þitt. Ég kíkti aðeins til hennar Kollu í dag. Ég sá nú ekki bóndan og ekki heldur hundinn. Allt farið, en ég fann eitt og það var það þegar við komum inn. Já, þetta er í lagi, það er góð lykt hjá henni Kollu. Guð blessi ykkur elskuðu vinir og það er dásanlegt að eiga Jesúm Krist og hafa hann sem frelsara sinn. Og þannig gekk ég í þessu lífi þegar ég hafði tekið trúarafstöðu. Ég tilengaði með drottinn Jesúm Krist og ég ákalla hann í dag og hann er frelsari minn. Hann er það. Já, og ég lít á hann sem frelsara og ég trúi á hann og ég tilbið hann og ég vil heiðra hann og ég vil ekki styggja hann. Ég vil vera í takt við hann og ég vil ekki vera að gera eitthvað í laumi sem að honum er ekki vel við. Ég vil eiga samfélag við hann og ég vil varðveita orð hans í hjarta mínu til þess að ég skul ekki synga gegn honum. Megi Guð blessa ykkur í Betel þegar við nú verk að vinna enn.